Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara af stað með eitthvað sem að okkur mun falla við og verða svona til gagns og gæfu. Það er svona markmiði hjá okkur þessum guðsmönnum að verða til gagns og gæfu. Eins og allir menn vilja vera, þá vilja þeir vera til gagns og gæfu sjálfum sér og ekki síður fyrir aðra. Það er auðvitað mikilvægt því að við erum nú aldrei þannig síða ein, við erum nú alltaf innan um annað fólk og þegar við erum innan um annað fólk og aldrei eina þá þurfum við nú býsnátt að hlera til og sína alls konar tilsemi og aðgæslu. Nema við séum sátt við það að sé bara allt upp í loft, bara alltaf og sumir reynda að lifa við það að vera alltaf upp í lofti með allt sem þeir gera og ef það er ekki með þeim hætti þá setja þær allt upp í loft en það er nú kannski ekki það sem við erum að eltast við inn í boða og alls ekki boðið þetta en það er ósköp erfitt að ráða við það ef að menn vilja hafa þetta svona þá bara hafa þær þetta svona. En þetta er ekki lífstíll sem við mælum með og drottinn hann fráleitt tekur undir að þetta sé svona einhver áhugaverður lífstíll því að þar sem að svoleiðis háttar til að þá held ég að líði nú engu vel. En það er nú eitt af því sem maður hefur lært í gegnum sína göngu að manni á nú að líða vel þar sem maður er. Og það er nú bara þannig að hvert og eitt okkar ráðum nú mestu það hvernig þau mál öll eru og þess vegna eru við auðvitað að boða Guð, boða Jesú Krist því hann hefur ráðinn inn í þessi mál eins og öll önnur mál sem við erum að glíma með. Þannig að það þarf enginn að vera neitt að hissa á því þó að hér sé boðaður boðskapur lifandi Guðs. Hann er sá sem við trúum á og við treystum á og við vitum að hann er hinn rétti Guð og meira, hann er hinn eini Guð. Ég er ekki Guð, þú ert ekki Guð, enginn í kringu þig er Guð. Ég þekki hann sem er Guð og hann heitir Jesús. Hann er lifandi Guð, hann er andi, hann býr í fólki fyrir sinn heilaga anda og fyrir sinn heilaga anda þá talar hann við fólk frá himnum sinn boðskap og viðkomandi heyrir í honum innanfrá og getur því talað þar sem hann heyrir innanfrá í Jesú nafni út. Og þá má tryggja, það er öruggt, að þaðan kemur bara gott eitt. Og þetta er einmitt það sem að okkur vantar. Þetta er það sem að heiminum vantar og þess vegna er öll þessi ólga í heiminum og þessir bútasaumar og plástar verða að setja á sár hér og hvar en þetta leið og plásturinn farin af þá er þetta rifnað upp og sama sár bara orðið verra en var. Því að lækningin er ekki fyrir hendi, hún kemur í Jesú nafni. Þessi innri kaun og mein sem við erum að reyna að plástra og hylja og með alls konar og sumir gera það með áfengi eða lyfjum einhvers konar. Setja sjálfan sig í einhvern doða, einhverja vímu. Það er engin lausn á neinu. En að því að maðurinn hefur ekki baráttu vilja, þá bara vill hann vera þar. Hann bara treystir sér enga vegi til að takast á þetta líf með öllu sínu hryssingi. En það er einmitt manninum ætlað að gera. En hann mun ekki þurfa að gera það einn. Drottinn er að bjóða fram sína útréttu hendi til aðstoðar og hjálpa. Og hann kemur með allt sem þarf. Hann gefur okkur trú. Og fyrir trúna fyrir við að fatta hvað áttur við með trú. Að við erum að rækta trúna og við komumst að raunum þeim sannleika að þetta þarf að vaxa og eflast í okkur. Við þurfum að styrkja undir þetta stoðirna. Og við komumst að því líka að það er gerlegt með ástundinni einnig saman. Svo sem ekki vill stunda trúna, hann mun aldrei sjá árangur trúarinnar og hann mun aldrei fá þessa ávexti sem að
trúnni, trúuðu fólki, manni og konu er boðið. Þetta er það sem að Drottinn vill að við höfum fyrir. Og ef við erum á réttum stað, þá verðum við líka tilbúin til að berjast fyrir þessu. Berjast trúarinnar góðu baróttu, ekki með hnúum og nefum, bareflum og vopnum. Nei, við gerum þetta í krafti Jesú Krist sem að víkur öllu frá okkur. Ef þú gengur í Jesú nafni, þá mun allt sem að reynir að hindra því víkjast frá þér. Og það eru til alls konar sögur það í orði Guðs og líka bara í okkar lífi. Við höfum gengið í gegnum alls konar og það er ótrúlegt sem hefur færst okkur í fang af góðum verkum og hlutum og sem að Drottinn einn hefur bara afgreitt okkur með. Af hverju? Af því hann heiðrar trúfestina. Hann heiðrar hann og hana sem að gengur fram í nafni Jesú Krist og lætur henni í té allt það sem hún er að biðja í raun og veru. Og það er eitt sem að þarf að athuga og það er það að þú lærir af því að þú ert að stunda hvernig þú átt að biðja. Og þá verða bænirnar þínar ekki lengur hégómlegar. Drottinn heyrir ekki hégómlega bænir en hann heyrir þar bænir sem að þú ert að biðja í trúnniðinni út frá þínu hjarta af því að þú kannski og þetta stendur raun og veru allt með Biblíunni sem þú ert að segja og biðja um. Það eru bænir sem eru velþóknarlega Guði og þetta er það sem hann vill að við vitum og kennum og göngum út á. Það er í þessu krafti sem allt er reiðst bara til hliðana ef að þú ert á ferðinni í Jesú nafni eða ef að þú ert á ferðinni sem trúið manneskja. Þetta er ávöxturinn af því að ganga veginn með Drottni og þola það sem að menn þurfa að þola án þess að kikna undan eða vera með eitthvað uppgjöf í huga sem að sumir hafa sér fyrsta kost sama hvernig blásturinn er, hvort hann er stríður eða lítill. Þeir bara hörf undan. Það talað það í Gamla testamentinu og Drottinn spyr hvernig ætlar þú að etja kappi við hesta ef þú gefst upp með við hlið fótgangandi manna eitthvað í þeim dúr. Þannig er hann að tala þetta, við getum þurft að hafa fyrir þessu, við þurfum að vera á þeim stöðum með okkur sjálf að við séum tilbúin í allt þetta. Það er enginn að biðja þetta. En við lesum þetta í orði Guðs og þá getum við alveg átt von á því. Þetta er enn einn áreitningin það að vera vakandi. Og það er talað það að vaka á mörgum stöðum í orði Guðs. Við munum eftir meyjanum 10. Í raun og veru voru þær allar sofandi og dottandi, ekki vakandi svona eins og Drottinn vill að við séum. En það voru þó þannig með þær greiðin að 5 af þeim voru með einhver olíulögg á sínum könnum, bara það hefur verið að tala innra ljósið sem Kristur gefur. En 5 voru bara við það að vera olíulausa, það var að slokkna öllu hjá þeim, en þegar þetta þá er ekki alveg slokknað á því, þannig að það var hægt að bjarga því sem bjarga var, en það var bara ekkit vantaði allt hráefni. Og þær hlaupa til þessara sem voru þó með einhvað á lömpum sínum og byrja þær að gefa sér eitthvað af því sem þær eiga. Þannig að við erum að tala trúna og uppörfunin og hvatningun og allt þetta sem við þurfum svo oft að fá. En þær sögðu að bara því miður, það er svo lítið hjá okkur að það endist ekki nema bara fyrir okkur, við höfum ekkert að gefa. Og svo endaði með því að hann kemur, Kristur, tekur það sem eru tilbúin en skilur hérna eftir. Þetta er náttúrulega hörmulegt hlutskipti að halda það jafnvel að maður sé á þessari leið, svo kemur ljós að María hefur ekki verið á henni. Og það er verið að tala það þarna var það vegna þess að þær voru bara kærulausar með sína trú. Í raun og veru voru allar þessar 10 meyjar kærulausar með sína trú en hinar sem voru alveg að detta út, þeim kærulausari. Þetta er í hvorugu tilviki
hægt að vera með svona, þetta einhver svona fyrirmyndi þannig sé hvorugur hópurinn þó að þær 5 hafi sloppið inn. En í Sálmónu segir að bikarinn eigi að vera barmafullur og það eru vist einhverja þýðingar sem að útskýra þetta þannig, hann eigi að bara flæði yfir sem er gott, en það þýðir það að þú verður að hafa fyrir þessu. Og það er með þetta sem við erum að hvetja, það er að vera með bikarinn sinn barmafullan, hann má alveg flæði yfir, það er gott besta mál, en hann sé ekki, við séum ekki á síðustu dropanum. Það er bara leti og það er kæruleysi og það er að hugsunarleysi sem að við leyfum það að gerast í okkar lífi að við séum á síðustu metrunum. Þetta er mynd af því sem við höfum í þessu ágæta ritningaversi sem talar um í 10. Við sjáum að það eru 5 sem sleppa með naumundum munið það, en hinnar áttu engan séns í þetta. Það hefðu slugsast og sleppt svo oft að vera á stundum, sleppt svo oft að biðja að hugurinn og hjarta var bara svona svo gott sem bara orðin fráhverfur lifandi Jesú. En svo heyraði þarna eitthvað og það eitthvað í þeim vaknar. En þá er orðið á seint að gera eitthvað. Það er ekki það sem við þurfum að upplifa. Svo fyrir utan það er þetta líka mynd kannski að því að þú veist ekki tímann þinn, hvenær þú kveður þetta líf. Þú hefur núna ert sprækur og fínn og fallegur, allt saman það, en svo gerist eitthvað í lífinu og það er búið hjá þér. Við höfum fengið fregnir af fólki sem finnst og það var bráðkvat. Það vissi enginn af því kannski að þetta fólk kendi sér einhvers meins og jafnvel ekki það sjálft. En allt í einu bara gerist eitthvað og hvernig skildi hann viðkomandi? Ég veit það ekki, ég er ekki Guð. Var hann trúuð manneskja? Var hann trúuð manneskja einu sinni en svona hún komin á síðustu metrana í sínu lífi, trúalífi þegar hann fellur frá? Við vitum ekkert það. En þetta er allt myndir sem við höfum. Einmitt til þess að við séum ekki á þeim stað að við séum kærulaus með okkar trú. Þarna komum við aftur að því, þeim sannindum og þeim sannleika að við ráðum þessu öllu sjálf. Það ræður þessu enginn neitt meira en ég fyrir mitt líf. Ég ræður þessu einn og þú segir þetta með mér hvort þú ert karl eða kona. Þá á þessi ritningarstaður ekkert við okkur sem að 5 voru svona olíulitlar með sama og ekkert á konunum, en hjá hinu 5 var bara allt við að verða uppurið. Við sjáum að það er svolítið langt á milli þessara manneskja og hinn sem er með bikarinn sinn barmafullan. Það ekki? Hann er alveg himinn og haf á milli sem að einvörðungu gerist vegna þess að þessi sem er með sinn barmafullan, bara gengur þannig með hann, hefur gert það sem drottinn býður. Hann vaknar inn í daginn, horfir til himins, býður stutt á bæn og svo hefst hann handa við það sem drottinn vill að hann geri. Þannig heldur hann sinni reist andspænis Guði og er því alltaf manneskja sem er tilbúin hvernig sem að horfir og hvernig sem fer og hvernig sem allt virðist ætla að ganga. Þessi maður og þessi manneskja, við sjáum að hún mun kveðja hvernig sem hún kveður með í sér trúna. Við vitum alveg hvert trúin fer. Hún fer 100% til drottins, en sumir kannski velkjast í vafa byttu, mun ég enda þar eða mun ég enda fyrir utan. Við sjáum að þessar 5 sem að mistu af, hann segir frá því að þegar þær komu, eftir að hafa farið til kaupmannana til að bjarga sig fyrir horn, þá var búið að loka dyrum og Kristur segir við þær, bara því miður ég, þekki þér ekki. Hvað var hann við? Þekki þær ekki.
hann þekkti ekki verkin þeirra í lifanda lífi. Það voru ekkert uppteknir við ölmusuna, það voru ekkert uppteknar við að hlúa sjúkum, það voru ekkert uppteknar við það að gefa fátækum og uppörfa fólk í Jesú nafni, neina þessu, það voru ekkert uppteknar af þessu. Það voru kannski bara lifðu fyrir sjálfið, útlit sitt, klæðna sinn og svona vera svona skemmtilegasta pían í hópnum, eitthvað svoleiðis. Það er svo margt sem getur skekið og hrist okkar trú og það fer að fjara undan henni. Alltilega að vera fallegasta pían í hópnum, en við getum líka alveg átt kærleika til drottins og leið þá einhvern kærleika til fólks, þannig að við erum tilbúin til þess að leggja fram einhverja hönd til hjálpar manneskju og annari til. Það er það sem að drottin vill, við leggjum manneskju til hjálpræði og annari til. Og ef við gerum þetta, hvernig sem að háttar til með olíubrúsan okkar núna, og lofa ég þér því að það fer að stíga í honum olíubyrðina. Og innan langs eða stutts tíma, fyrir eftir í hvernig þú gerir þetta, þá ertu komið þitt á barm. Og það er nú góð stað að vera með sitt á barma all tíð og hafa möguleika til þess að bara vera þar. En það gerist ekki ef þú fer að slaka á aftur. Þú sér það kannanin full á barma og þú segir að ég get nú fara að slaka á aðeins núna. Jú, það getur vel verið, þú getur farið að slaka á eitthvað núna, þetta er samt röng hugsun. Því ef þú ferð að slugsast eitthvað og slaka á, og það er bara þannig, þá er það svo mikil hætta á því að þessi slökun hún haldi áfram, að því í eðli sínu eru við svolítið latar manneskjur. Við vitum að það sem að snýra Guði, snýra Jesú og því öllu, við þurfum að hafa svolítið fyrir því. Við þurfum stundum bara að rífa okkur upp á hárinu og koma okkur þannig að. En að vera svona slakur í þessu og byrja á einhverju kærleysi þar. Ég lofa þér því, það hefur alveg svakalega fljótar eftirverkanir. Svo allt í einu verður þessi slökun og þetta svona, rekti ekki Guð og samfélagi, það verður bara, manni tamar á alveg ægihraða. Þetta er vegna þess að maðurinn, hann hefur fallið eðli. Og enn og eftir sjáum við, hvort hefur vinningin. Þetta fallna eðli eða Guðs eðlið í okkur. Og nú getum við rifjað upp sögu vitra Indíánans, gamla, þeir eru alltaf svo gáfaðir þessi gömlu Indíánar svona í sögum, allt í lagi með það, en hann sagði við ungan strák, eftir því sem ég skilst að við myndum þjóna þeim herra sem við fóðruðum betur. Og það er einmitt það sem við erum að tala og spyrja hvort annað og svo okkur sjálf, hvort erum við að fóðra betur, hann sem ætlar að lyfta okkur til himins og hæða, eða hann sem ætlar að taka af okkur lífið. Það er bæði í boði. Og svo segir drottinn, og það er svo margar sannanir fyrir þessu, þetta er svo rétt að við eigum að vaka. Við vorum að tala áðan fólk sem verður bráðkvætt. Við heyrum fólk sem hefur orðið bráðkvætt. Fólk á ýmsum aldri, ekkert allt gamalt fólk. Það er bara allt í einu bang, búið. Þetta er raunveruleiki sem við erum að tala og þetta vitum við alveg. Þannig við þurfum að vera með allt þetta uppi, ekkert að við séum á tauginni yfir þessu. Bara lífið er svona. En við eigum að vera með okkar og þurru. Við erum að nota þennan dag til þess að vera með okkar og þurru. Á hreinu, hafa allt á tæru. Og þá vorum við líka með gerandi það sem okkur er boðið að gera til þess að þetta sé á þeim stað sem það á að vera. Og hvað? Jú, kannan mín er á barma ennþá. Ég sé það að hafa hana þar vegna þess að ég er að gera það sem ég á að gera í Jesú nafni. En hvað með þig? Ertu að gera það sem að Jesú býður þér? Já, ég náttúrulega get ekki svarað fyrir þig og mér varðar ekkert það hvað þú segir.
En ég hveti til þess að snúa lífið þínu þannig, hver sem þú ert, að þú sért þarna. Við þurfum að gera þessi verk. Ég veit að það er ekkert mál að segja, nú ætla ég að fara að taka mér taki. Og sumir taka sér taki, og þetta er þessi svokölluðu átök sem að maður hefur svona, segir að orki nú bara hreinlega tímalis, vegna þess að þessi átök sem er ekki komin frá hjartanu gegnum ákvörðun mína að láta þetta átök þá skila sér alla leið. Við förum í þetta og náum kannski einhverjum árangri, en svo þegar við nú komnir á einhvern stað sem við teljum okkur bara á nokkuð góðan stað, þá förum við bara að slaka á aftur. Og eftir ár eða 2 þá erum við komin á sama stað og við vorum áður en við fórum í þetta svokallaða átak. En með ákvörðuninni að láta þetta átak endast allan sinn tíma, þá verðum við að tala allt aðra hluti. 30 árum seinna, 20 árum seinna, 10 árum seinna, þá ertu ennþá bara á þeim stað sem átaki kom þér á. Og það er með það sem Drottinn vill. Hann vill að átakið, hann hefur ekkert á móti þessum átökum, mörg af þeim eru mjög flott og fín og allt það, en þau þurfa að halda áfram. Átakið sem að færi til þess að lifa heilbrigðara lífi, sem er nú tískuorðið í dag, að það sem sagt að þú nærið einhverjum árangri, en svo fer aftur að slaka á og svo eftir einhvern tíma þá ertu bara komin nákvæmlega sama farið. Það er ekki átak. Með öðrum orðum, það er jú átak, ná þessu á einhvern stað, en þú þarft að halda því áfram. Það er verkefni átaksins. Og það gildir allt okkar líf. Og þú segir, ert komin á þann stað að þetta er alltaf að vera tómt hjá þér og finnur það einhvern veginn að trúin er að fjara undan þér og þér finnst þetta ekki vera eins og þú vildir að þetta væri, en það er svo sem er bara mín hugarburð, það þarf ekki að vera rétt í því endilega. En sumir kannski sjá þetta og þeir kannski merkja það af því að við fáum fullt af mælistikum inn í þessi mál. Að við erum misnuði kærleikann, þarf að berjast fyrir honum alveg svoleiðis blóður í baráttu, hann haldist nú einhverjum stað. Og við erum ekki þetta hlýja fólk, við erum ekki fólki sem að gefa lengur ölmusu eða gjafir í fórnarbaukana og eða hjálpun eitt til. En við vorum alveg upptekin í þessu í eldi við þetta. Þetta eru merkin til okkar ef þetta er að það sé farið að minnka eitthvað á könninni. Þannig það er ekkert upp á Krist að klaga, en hann vil bara að við sjáum þetta og við vitum þetta, við áttum okkur á því þegar ég þarf að svara. Þegar stóru stundinni kemur, við sjáum þessar 5 meyjar sem við vorum að tala hérna í upphafi. Þegar þær knúðu dyra og Kristus segir, þessi ægilegu orð, ég þekki þér ekki. Það er ekki það sem við viljum fá. Og Drottinn segir við mig, Konráð, þú þarft ekki að fá þessi orð. Nú er dagur, nú er réttur tíminn fyrir þig að lofa mig, segir Drottinn. Og hann er líka að tala við þig, hann er að tala við okkur öll. Hvað ætlum við að gera? Ætlum við að nota þennan dag til þess að lofa Drottinn og heilla hann og heiðra svolítið? Eða ætlum við bara að halda áfram að vera í þungaþanganum okkar og sjálfsorkun og aumingjaskap og öllu því? Og hleypandi út og suður út í einhverjum verkefni sem við jafnir teljum að Guð sé að fá okkur til að gera, það getur vel verið, en það þarf ekkert að vera. Hver eru þessi verkefni? Ég veit það ekki, einhver hjálparstörf sem að þú voru bara valið sjálfur og fyrir hvernig er það? Kannski sjálfið. Eitthvað sem upphefur okkur sjálf í eigin skinni. Það er ekki víst að Drottinn sé neitt að biðja það. Getur verið svo sem, en það er ekki víst að sé að því. Við þurfum að sjá þetta allt saman rétt og við sjáum það að því við höfum haft gæfu til að vera með bikarinn okkar á barma. Hann hefur aldrei sunkað neitt þannig sér niður. Hann er bara á barma og þú horfum verið í glasið og það er alltaf fullt þetta glas. Þetta er besta glas sem ég átt, segi ég við sjálfa mig. Og þetta er það sem orð Guð segir. Og þannig hann bætir á þessi kér okkar, að því við erum að gera það sem hann er að bjóða.
við gerum þetta í trú og þá sér hann að bara hella á þetta. Hann sér allt þetta, þannig það verður ekki heldur neitt upp á hann að klaga hvort sem í þessum efnum með öðrum. En það alltaf sami ég sem þarf að sjá líka það sem að mér snýr. Og þess vegna líka maður að reyna að halda trúni sinni vakandi, opinni og í þessari nærveru drottins. Og ef maður gerir þetta, og það geta allir menn gert, sem annar borði eiga trú, bæði ég og þú, það engin hæfari þar en annar. En þetta það sem við þurfum að gera. Þannig við sjáum að gera ekki neitt og horfa bara, gera ekki neitt og þetta komi bara allt til manns á einhverju silfurfati. Þekkir þú einhvern sem í raun að veru hefur fengið einhvað á silfurfati? Ég hef aldrei fengið neitt á silfurfati. Og þegar að segja, þá hef ég nú þurft að hafa fyrir þessu öllu og sömu bara miklu meira en í nokkuð tíma mann hefur gert mig Ég hygg að þú eigir sömu sögu. Þannig að þetta lífið í hnotskurn. Þetta hið raunverulega líf. Við getum hins vegar búið til einhverja skáldsögu eitthvað annað, en það skáldsaga. Og við veitum að skáldsaga byggir ekkit endilega á einhverjum sönnum atburðum. Hún væri þá ekki skáldsaga ef hún byggir á sönnum atburðum. Biblían ekki skáldsaga, hún byggir 100% á sönnum atburðum og öllu því sem að Drottinn hefur sagt og vildi skilja eftir handa mér og þér til þess að fræða okkur af. Og það fullkomið orðið hans. Og það sem við höfum það nægir okkur til þess að skilja allar hugsanir Drottins hvað okkar varðar. Hann segir, gætið ykkur á því að kannan sé full af olíu. Þetta bara enn og aftur staðfestingum það að vaka í Jesú nafni. Svo segir hann, magnaða setningu, þér viti ekki tímann. Við töluðum áðan um fólk sem hefur orðið bráðkall. Og eins og þú veist sjálfur og sjálf og þá þetta fólk á öllum aldri. Það ekki bara gamalt fólk sem verður bráðkall, það fólk á öllum aldri og allt og margir hafi farið allt og fljóta, bara komið að þeim og þá bara liggur það í gólfinu eða eitthvað staðar og sem sagt farið af þessari jörð. Kornungt fólk, alla framtíðina fyrir sér eftir því sem maður sá. En það, sem sagt, hjarta gaf sig þarna og það bara komið þangað sem það, valdi sjálft að fara. Sumir kannski elskuðu Jesú og þá þeir bara þar, en sumir hugsuðu ekkert Jesú og þeir eru þá þar sem það fólk ekki hjá Jesú sem sagt. Aftur eru komnir að þætti, graf alvarlegum þætti sem að margir hafa heykst undan og aldeilis ekkert vilja taka við. Það þetta að þú þarft að þú ferð einhvað. Eins og vorum að tala hérna einhvern tímann að þá dauðinn hann afstæður og þessu komst maður að eftir að trúin kom inn í hjarta þá fór maður átt að sig á því að í raun og veru dauðinn afstætt hugtak. Það mjög merkileg hugsun að hugsa þetta þannig að þetta með þeim hætti. Þú sér þennan mann, en hver hinn raunverulegi konni? Hann svo sem að andinn minn kannski lítur hann allt öðru út, ég veit það ekki, mér alveg saman það, en ég vil að þetta fari til Jesú. Ég vil að ég fari til Jesú. En ég veit líka og trúi því og veit það alveg jafnvel þú að ég fer ekki í þessum fallega líkama mínum, það verður ekki. Þetta kennsla sem hefur sannfært mig þetta, kennsla sem ég veit að sönn kennsla, en ég veit að það mjög erfitt fyrir marga að fatta þetta og ég skil það alveg því að þú þarft nú að byrja á því að fá grunninn sem heilagur andi og trú og þá ferðu líka að skilja þetta smátt og smátt að svona þetta. Þannig að þú velkist ekkert inn neinu vafa lengur þetta. Við getum velkst í vafa margt en við erum ekki að velkjast neitt í vafa þetta og við fáum myndir af því með Meyjanum 5, 10 sem voru svona eins og ég var að segja, allar á svona eiginlega síðustu dropunum en þó sínu verra hjá 5
heldur en hinum 5. Þannig að það þessar 5 þarna, það sluppu allavega, en hefði drottinn tafist eitthvað lengur, þá sennilega allt orðið ljóslaust í öllum. Því að eftir því sem ég skil með þessar 5 sem þó voru með svo lítið á könnunum sínum, þá voru þær ekkert mikið að gera neitt sem að jók olíuframleiðsluna í þessum brúsum. Það er ekki að sjá. Þannig að þær voru bara komnir í eitthvað kylstöð og eitthvað dvala og þær voru bara að vinna upp og éta upp gamlar birgðir eða birgðirnar og eftir því sem að þú tekur að birgðum, hvort sem það eru þessar birgðar aðrar, að þá náttúrulega ésta upp. Þessin eru alltaf að bæta á. Við sjáum hér frystikistu og ég bæti alltaf á hana reglulega tvisvar í mánuði. Því að maður borðar upp úr þessu og ef ég gerði ekki neitt þá myndi náttúrulega kistan á endingu tæmast og það er ekki það sem við viljum. Við viljum hafa birgðirnar þannig að við séum með daglegan aðgang og öllu sem við þurfum og við erum að tala hér mat fyrir líkamann okkar og við þurfum líka að sjá það. Og þar hefur við gulltryggingu frá Guði. Hann segir að hann muni vel fyrir sjá. Til handa sálar og líkamans og allt það. Og þetta er það sem við erum að upplifa. Eins og ég oft sagt og vitnað að frá því að ég komst til trúar þá hefur aldrei verið neitt annað en nóg að bíta og brenna. En fyrir þann tíma þá var allur gangur á þessu, ekki svo að skilja maður hefði soltið. En oft var nú lítið til og ekki til jafnvel. En það hefur ekki verið frá því að ég komst til trúar og ég hef líka vitnað það og það er sannur vitnisburður að í 1,5 ár þá var nú bara ekkert í þessu verki en ég átti góða og góða vini sem svona stungu að mér einu og öðru. Trúaða bræður og systur sem voru svona eitthvað í að fóðra kallinn. Þannig að ég þakka Guði þetta fyrir það. Og eftir 1,5 ár þá kannski svona eftir á hyggja þá var hann kannski svolítið mér að kenna. Ég átti nefnilega fyrir löngu síðan að vera búin að biðja drottinn þetta bara hreinlega en það var einhvern veginn ekki í mér að biðja þetta. Þangað til bara að maður stóð, bara ég sá að þetta gekk ekki og það sér það hver maður, þetta gengur ekki, þú verður að eiga peninga. Getur ekki bara að lifa á einhverju vonum eitt og annað, það gengur ekki á neinu og gerði það ekki á mér, þannig að ok, nú stoppuðu þetta og nú ætla ég bara að leggja þetta fyrir drottinn og fara fram á og ég gerði það bara og hann svaraði því og ég oft hugsaði það að ég held ég að vera að bíða allt og lengi með þetta og það er annað að drottinn vill heyra frá þér það sem þú vilt gera. Það er svona mín reynsla og mín kennsla inn í þetta mál. Hann vill heyra það frá þér, það sem þú vilt gera. Hann vissi það auðvitað betur en ég að ég þurfti framfærslu. En hann vildi heyra þetta frá mér sjálfu. Það er það sem ég hef komið stað svona í gegnum þessar pælingar. Hann vildi bara heyra þetta frá mér og hefði ég gert þetta fyrr, þá hefði ég fyrr fengið framfærsluna. Ég sagði það, ég er tilbúin til að þjóna þér. Ég gerði það ekki lengur blankur. Ég man eftir ég sagði alveg svo bara gránaði framan að neyslunum að hann var svo neysluðakallinn. Það er ekki allir sem skilja trúnar. Hvað að sumir þurfi bara hreinlega að stíga fram og bara hei, ég er hérna líka sko. Man alltaf hann gránaði framan kallinn maður. Hann var svo neysluðaður. En ég fyrirgaf honum það, ég vissi að hann var nú ekki mjög sterkur í trúnni þessi, ég veit ekki hvað hann er í dag en vonandi er hann orðinn alveg svakalega öflugur trúmaður. Hann hefur náttúrulega alveg möguleika til þess eins og ég og þú og allir einir. Drottinn veit hvað hann er og ég bið Guð að blessa þennan yndislega bróðir. En ég man alltaf mér fannst þetta nú svolítið fyndið viðbröðin í honum, það sem margt sem manni finnst fyndið en er kurteis og hlægir ekki á eins og ross framan í menn, það gerir það nú ekki ennþá allavega, kannski gerir maður það einhvern tímann.
Já, mér finnst voða margt fyndið stundum það alveg, mér finnst það nú eiginlega bara ágætt. Mér finnst ágætt að hafa eitthvað sem fyndið á manni. Ég get hlegið á öllum og engu og alls konar. Ég man eftir einu sinni var maður svo slæmur að maður var að horfa á fréttirnar í svona svo lómar og allt alveg svo agalega fyndið í fréttunum og þetta bara, ég held að þetta sé bara mjög gott. Við höfum að hlæja svolítið, hafa svolítið gaman að lífinu. Við höfum ekki að vera fólki sem svolítið krumpað í andlitinu af áhyggjum og deburð og leiða og reiði og ég veit ekki hvað, það er ekkert gaman. Lífið á að vera skemmtilegt. Þess vegna við bara leyfa okkur að hlæja og leyfa okkur að hafa eitthvað fyndið í kringum okkur. Jafnvel það sem ekkert fyndið verður allt í einu fyndið fyrir okkur. Ég hef oft upplifað það að allt í einu eitthvað svaka fyndið sem að kannski maður á öðrum stað myndi ekki einu sinni glott út í annað vegna. Ég tel að þetta sé svona bara ákveðin gjöf. Hláturinn léttir lífið segir nú ykkur staðar og ég trúi því að það sé. En það eru margir sem eru ekki mikið þarna. Þetta eru alltaf allir sem geta allavega glott út í annað yfir einhverju sem þeir heyra og sjá og allt saman það. Ég held að við ættum að létta svolítið lundin og fara að temjast við eitthvað svona meiri jákvæðni og þá kemur svona léttleikinn með jákvæðni. En sumir eru svoleiðis skrúaði niður í deburð og áhyggjur að bara það er ekkert líf. Ég vil ekki lifa svoleiðis lífi. Ég vil hafa þetta svolítið smávegis létt. Maður reynir nú að fara ekkert með þetta út í tóma vitleysi, ég veit að það er ekkert mál að gera það, en maður fer nú ekki út í þá sálma, maður reynir bara að hafa þetta innan einhverja skynsamlegra marka og mér finnst sumt alveg svaka fyndið, kannski er einnum að finnast þetta alveg svaka fyndið, en það er bara allt í lagi. Ef einhver finnst það öðrum fyndið en ég, þá má ég alveg finnast það alveg svakalega skemmtilegt og fyndið. Og þetta er náttúrulega bara einni ástöðu, ég og þú ert þú, við erum ekki sömu manneskjurnar og drottinn gerir mig svona og hann gerir þig svona og þarna komið aftur að orðum drottins segi, elski hverjir aðra. Þegar þú elskar hverja aðra, þegar við elskum hvort annað, þá erum við ekki leið í dómarasætunni yfir hegðun þessa manns og hins sem er alveg í lagi þannig séð en kannski við myndum aldrei gera. Það er allt í lagi með það en við þurfum ekki að apa upp eftir öðrum. Þannig erum við komnir að þessu kærleika sem að stuðlar að því að samfélagi verður betra. Ég get sagt þér það og stendið það að það er ekkert sem mér leiðist meira heldur en stjórnsemi annarra manna. Það finnst mér ekki skemmtileg. Það er svo niðurdrepandi, niðurnjörfandi og það er alveg drepleiðilegt að þetta slekkur allan vilja manna til að gera nokkuð skapaðan hlut og stjórnsemin, hún getur verið þannig gerð að hún hreint og beint vill þetta. Það sé enginn með neitt framtak. Og hvað gerist það? Það deyr allt það. Það er engin drift í neinu. Og svo ef þessi stjórnsami er ekki til staðar eða stjórnsama, þá gerist ekki neitt. En þarna er fullt af hæfileika fólki sem gæti gert svo margt eða bara stígi fram og fengi einhverju uppörvun hjá þessu stjórnsama fólki að þetta væri nú bara harðlega gott. Þetta var eitthvað það sem við þurftum að gera hér. En sumir eru þar að þeir gera ekkert svona. Ef þeir gefa ekki leyfi, þá er þetta ómulegt, þá er þetta ekki leyft. Ég get sagt þér það deyr allt það sem svona háttar til, allt. Það getur ekki staðist nema í einhvern tíma. Og þannig eru margir sem þurfa aðeins að leyfa drottni að hristast til þess að þeir sjáu bara við spegilinn í speglunum þessa stjórnsömu manneskju. En það sér þetta enginn fyrir að hún viðurkennir þetta fyrir sjálfum sér og hún sé þetta. Það er svo, það er svo margt sem maður sér
sem er svo skrítið. Það er svo margt sem að fólk hefur byggt upp í sér sem að maður segir akkur eftir þessu. Ég veit ekki hvað þetta er. Ég hygg að rótina mörgu af þessu sé minnumháttar kennd og rótina þessu sé ykkur vilji minn til þess að fá viðurkenningu annara. Kannski var maður þannig að maður vildi viðurkenningu annara og það er nú gott að fá viðurkenningu annara. En ég lofa þér því að hún kemur kannski einu sinni á ævinni, ykkur smá viðurkenning. Þannig að sjálfur í dáin öllu svona, ég pæli ekkert í þessu. Þess að segja, ég alltaf að fá viðurkenningu ef ykkur nennir því, en maður ekkert að bíða eftir því. Og maður aldeilis ekkert að biðja það og ég held að það sé bara nokkuð góður staður að vera á. Þannig að þú gerir bara það sem þú veist þú átt að gera og kannski eitthvað aðeins meira ef þú nennir því, en þú gerir allavega það sem þú veist þú átt að gera og ok, svo sérðu bara, trúir því bara að þeir geri það sem þú gerðir ekki eða hvernig sem það er. Þú færði ekkert klapp á bakið endilega fyrir það og það er alveg hægt að koma að lífi sem það er fyrir að það sé aukaatriði og ekkert til þess að í raun og veru að vera að bíða eftir. En þarna held ég að séu margir, þeir vilja fá klappið, þeir vilja fá hólið og þeir eru eiginlega bara brotnir menn og konur ef þeir fá þetta ekki. Hver á að hæla þessu fólki og gefa því uppörvun og klapp? Það fær kannski aldrei sjálft klapp eða uppörvun. Þannig að við þurfum að deyja þessu. Og aftur komum við að mikilvægi þess að vera bara í orðinu, leyfa orðinu að tala til sín, vera orðið fyrir okkar líf og þá deyr svo margt af svona þvælu í okkur. Já, þetta er bara þvæla. Það er alveg hægt að staðfesta það að svo er. Þannig að við þurfum á orðinu að halda, við þurfum að læra á orðinu og vera undir afli orðsins og öllu því. Það er nú eitt af því sem maður hefur lært og verið undir og lifir í. Maður er ekki að velta þessu neitt fyrir sér sjálfan. En eins og ég segi, ef ykkur vill og nennir, þá má það alveg. Ég er ekkert að biðja þetta og ég er ekkert að bíða eftir því alveg fráleitt. Ég bara geri það sem ég veit ég á að gera og reyna að gera það eins vel og ég get og kann og allt það. Og það nægir mér alveg. Drottinn mælir með þessum manni. Og það veit ég að hann gerir. Ég bend á sjálfa mig. Ég bið það að þú getur líka bent á sjálfa þig og sagt, Drottinn mælir með mér. Það er nóg fyrir okkur. Ég þarf ekkert annað. Það er nú aldeilis heiður að allur heiminsins er og allir á himnu viti, þekki þennan einstakling. Og þú bendir á sjálfa þig og ég bend á mig. Er það ekki bara svakalega flott staða? Þetta er það sem Drottinn vill líka að við vitum, skiljum og skynjum. Þannig að við sjáum að það er alltaf þörf fyrir orð lifandi Guðs. En er ekki komin einhver tíma á þetta? Segjum þetta bara gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.